Ég úlfur. Ég ör. Ég kraftmikil. Ég kvik. Ég ögrandi. Ég innblásin. Ég úlfur. Á! Á! Ekki vera hrædd. Ég ekki hættulegt. Ég hef aldrei verið óbeldisneydd. Ég bara svolítið æst. Svolítið innblásin. Ég bara næm. Samt skal ég alltaf þurfa að berjast við þessi merkmiða sem samfélagi var að setja á mig. Sem þið voru að setja á mig. Geðsjúkling. Ég hef aldrei lítið á sjálfa mér eins og geðsjúklingur. Ekki eins og sjúklingur. Hvernig má þá vera að þið stimpli mig sem slíkan? Ef við gerum það við stimplum fólk. Ég var vissulega greind við geðhvörf þegar ég var 42 ára. Og þessi dómur að vera greind við geðhvörf var svolítið erfiður fyrir mig á sínum tíma. Ég er svolítið ör og hef alltaf verið, en þess vegna finnst mér erfitt að finna réttan takt stundum. Það er eins og ég sé á öðruvísi tíðni en flestu fólki. Eins og ég sé á ándan sjálfri mér. En ég er ekkert ándan sjálfri mér. Ég bara ándan ykkur. En með þessi greiningu fekk fjölskyldan mín og hið borgaralega samfélag þið útskýringu sem féll ykkar gildum. Þeirra gildum. En ég hef aldrei litið á geðhvörf eins og alvöru sjúkdómur. Frekar eins og hluti af persónuleiki. Enda sá tími sem ég hef verið veik hefur ekki verið lengur. Bara eitthvað 2 ár? 2-3 ár kannski? Þess vegna er ég ekki tilbúin í að skrifa undir að ég sé veik. Ég er ekki veik. Ég er ekki geðveik kona. Ég er bara frjáls.